Út með ruslið að þessinni, ég ætla að fara öfuga leið, pönslænið eða punkturinn sem ég ætla að koma með hérna í út með ruslið kemur síðast. Við ætlum að hafa smá aðdraganda að þessu og sjá nokkur myndbönd af þessu ástandi sem við höfum reynda rætt hér áður í sumum borgum Bandaríkjanna, meðal annars San Francisco, hryllilegur ópíóða og fentanyl faraldur sem hefur valdið sko því að heilu hverfin eru bara eins og einhvers konar uppvakninga zombie bara Walking Dead hverfi. Ítt á play og settu inn í kannski 1 mínúti eða eitthvað. San Francisco is one of the richest cities in the world. Umfjöllun þetta ástand. Þannig að sjáum við The local drug dealers had delivered the fentanyl about half an hour before we arrived. Some were openly taking it on the street, seemingly unworried about the police. There you go. There you go. Seeing this firsthand is pretty shocking. He trying to make it up. There you go. You got it, bro? You got it, bro? Fentanyl was developed as a pain medication. Its use as a recreational drug, though, has exploded due to its low cost. It's 100 times stronger than morphine, and even a tiny quantity can kill. Yeah, this is like this every day. Every day. Nefnum hvað, þetta hillingur, engin spurning, þetta algjör hillingur og ástandið sem þetta skapar brjálæðislegt. Við sjáum hérna fleiri klippur, hérna ég held að þetta sé reyndar í Philadelphia, en ég meina, þú veist, og þarna, hvað þetta annað heldur en bara uppvakningar? Þetta er lifandi dautt fólk og sálin bara einhvers staðar horfin, sko. Þetta í einhverju fentanyl skýi. Sjáum eitt myndbandi viðbót, það hérna, lýsir þessu enn betur og hvað þetta einhvern veginn mikið. Sjáum við hérna, þetta í Kensington areas, ég held að það sé í Philadelphia. Og þetta þetta bara, þetta eins öfgakent og það verður. Ástandið gæti ekki verið svartara. Og lifandi dauðir bara, þú gætir ekki fundið betra réttnefni á þetta. Og hvað olli þessu? Það náttúrulega fyrst og fremst þessi framleiðsla lyfjarisana, eins og við sáum í myndinni Dopesick, á ópíóðum, Oxycontin, fentanyl og þessi sterku efni sem að hafa kallað fram þetta ástand. Það engin spurning. Og það þess vegna ekki beint sko, þetta ástand ekki komið til út af þessu of húsalegan í San Francisco, sko. Þetta ekki, herðu, nú þurfa kapitalistarnir að fara að hætta að okra og heimavellir og þarf að setja leiguþak á húsalegu. Það sjáðu allt þetta kemur því máli ekkert við, þið skiljið. En það svolítið verið að snúa því þannig á haus og sjáum stutta klippu úr Joe Rogan næst. Ég man ekki hver þetta sem að lýsa þessu ástandi. Byrjar bara inn í miðju fyrir bara 3 mínútur 30 flott. We euphemize it by calling it an encampment. It makes it sound like it's a happy camp. Yeah. But we know that, women are raped in those camps, mentally ill people are taken advantage of, people overdose and die, people are killed. When you can't make payment for your drugs, the drug dealers stab you with a machete. So these are really violent, dangerous, terrible places. You get hepatitis because of all the feces. So it just spiraled out of control. So it's hard to pinpoint any single thing, but I think, yeah, for sure, like Occupy 10 years ago, and then just we even see basically cities and police becoming more liberal around public drunkenness in like the 70s. And in the 1980s, when homelessness really emerged, you mentioned comic relief. I mean, comedians actually did a real disservice on this issue. Billy Crystal, Whoopi Goldberg, Robin Williams, by suggesting that homelessness was a problem of poverty. It was really a result of the crack epidemic, crack and alcohol. Certainly there were economic forces involved, but progressives have just badly misled people into thinking that this is a problem of high rents. Is this just because it feels good to like rally against the rich and to say that we need you to be compassionate? And is that what it is? Yeah, I think that if I had to summarize it, I quote this amazing addiction specialist from Stanford, Keith Humphreys, who calls it left libertarianism. So it's basically this idea, and this is where the book ends up going, is that
to victims give everything and demand nothing. You know, it's a combination of a radical left view, but also combined with a libertarianism. So that's what's kind of behind it. I mean, you interview people, and they just think it's immoral to demand anything from addicts or from homeless people. How dare you? Right. You know, how dare you ask them to change their behavior? They're victims of all these terrible things, and in a lot of cases they are. But the whole thing is that nobody to suggest that somebody's essentially a victim actually ends up being, I think, racist. The idea that all black people are victims, I think, is a racist idea. The idea that all white people are benefiting from privilege, also a racist idea. But that kind of racism, it's a different kind of racism than the type that we're all used to, which was, you know, racism type 1 was, how do we justify enslaving Africans, basically? And how do we justify prejudicial policies against people of color, mostly? Þetta góður punktur. Það bara verið að lýsa því að þetta ástand, þetta hryllilega ástand sem sést þarna á götum San Francisco og Philadelphia meðal annars, tilkomið vegna þessa ópjóða faraldurs og þess hryllings sem að stóru lyfjafyrirtækin hafa skapað. En það eru tilhneigingar vinstrimanna sérstaklega til þess að kenna ogrörum á húsnæði þetta og þetta heimilisleysi tilkomið vegna hára leigu og svo framvegis, sem auðvitað galið. Og við ætlum að sjá aðeins hvernig Elon Musk lýsti þessu viðtali fyrir alveg ári síðan. Þetta allavega ársgamalt viðtal, en skulum heyra þetta. If you walk around the streets of San Francisco and many downtowns, so they go to downtown Philadelphia right now, you know, they call the people homeless, but the homeless is the wrong term. Violent drug zombie. Yeah. Okay. It's like, you know, you look at them, you say, like, homeless is a misnomer. It implies that someone got a little behind on their mortgage, and if you just offer them a job, they'd be back on their feet. Yeah. No, but if you go and look at downtown Philly or San Francisco or parts of New York and actually most downtowns, what you actually have are violent drug zombies. So they're like shuffling down the street with dead eyes, you know, and with like needles, you know, and human feces on the streets. Okay. I mean, you've been to downtown SF, right? Have you seen this? Okay. Oh yeah, I was born there. Segjum það gott. Eitthvað rangt þarna sem hann segir? Nei. Nei, þetta bara nákvæmlega svona. En, eins og ég segi, þetta ársgamla viðtal, það núna poppar upp af því að Elon Musk hefði verið að tala hann sem niðurskurða keisara Donald Trump og svona. Þá eru auðvitað hit pieces, svo kallar, mainstream fjölmiðlana komnar að stað og DFF hoppar á vagnin og þarna kemur við með fyrirsöðuna. Musk segir að heimilisleysi sé ekkert annað en lygar og áróður. Já. Og og þannig vitnaði þetta ársgamla viðtal hjá Tucker. Auðkýfingurinn Elon Musk og hægri hönd Donald Trump þessa dagana trúir ekki á heimilisleysi. Hann segir hugtakið heimilisleysi vera lygi og áróður. Já, heimilisleysi rangnefni. Það gefur til kynna að einhver hafi lent í vanskilum með húsnæðislánið og ef þú vilt redda viðkomandi vinnu þá kemur hann undir sér fótunum aftur, sagði Musk í samtali við fjölmiðlanum Tucker Carlson. Það sem við erum í raun og veru að glíma við eru ofbeldisfullir fíkniefnauppnefndar sem eru dauðir til augnanna með nálar og mannaskít á götunum. Musk segir að það þýði ekkert að leggja pening í þennan málaflokk. Það sé bara sóun og til þess fallið að gera vandan verri. Musk styrti framboð Donald Trump til forseta Bandaríkjanna rúmlega 36 milljarða. Hann lofaði því eins og hann gæti að skorið veri verulega niður í útgjöldum hins opinbera, fengi hann tækifæri til þess. Þannig að vera að mála það upp sko að Elon Musk ætla að koma hann og segja, við hættum alveg að setja peninga í heimilisleysi. Þetta bara aumingjar sem að vaða í eigin mannarskít. Hann enga veginn að segja það. Nei. Hann bara ávarpa hvað í gangi þarna. Þetta sé ekki, heimilisleysi sé ekki rétta skilgreiningin á þessum vanda. Nei. Vandinn sem þarna ópíóða faraldur. Og þú leysir ekki þetta götu vandamál nema að leysa ópíóða faraldurinn. En sjáu hvað DFF gerir ásamt og náttúrulega, ég veit ekki þeir að taka þetta úr einhverju annari bandarískri hit piece frétt sko. En þetta einmitt, ég var bara að skrolla miðlana heima á mér og sá þessa frétt á DFF og ég hugsaði bytunum við, þetta eitt af þessum skiptum þar sem maður les fyrirsetnir meginströmsfjölmiðla sem maður líti einhvern veginn hræðilega út fyrir, og svo þegar maður skoða máli betur þá kemur eitthvað allt annað í ljós. Skilurðu? Enn og aftur þá sjáum við hversu afhjúpandi það að hvernig þessi meginströmsfjölmiðlar eru að matreiða onni okkur eitthvað narratíf
sem að hentar þeim valdhöfum sem meginströmsfjölmiðlar eru hlindir, sem eru í þessu tilfelli Kamala Harris og Joe Biden, skilur við, sem að þetta er crazy hvað þetta er afhjúpandi. Já, ég minna líka, þú veist, þetta er fentanyl. Já, þetta er fentanyl vandamál, ekki heimilisleysis vandamál. Og þetta sem að farið meir út í greinni, að þetta er líka iðnaður. Já. Það er iðnaður í gangi, þú veist, samtök og fyrirtæki og alls konar fólk sem er að berjast gegna, þú veist, að við að leysa heimilisvandan, hefur absolutely ekki gert neitt gagn en fá fullt af peningum. Einmitt. Þú ert með eitthvað, ég fæ peninga hérna til að deal with the homeless, en ég hætti að fá peninga ef ég laga vandamálið. Já, akkurat, nákvæmlega. Og þarna kemur Musk inn með, þú veist, ef að hann alltaf, sko, þegar þetta viðtala tekið var hann ekki sko orðin útnefndur af Trump sem einhver niðurskurðarkeisari en ef hann kæmi með þennan hugsunargang, herru, ef við ætlum að laga eitthvað þarna, þá þurfum við fyrst að laga þennan ópíófaraldur. Algjörlega. Og það er auðvitað bara rétta byrjunin, sko. Og fyrsta skrefið í að laga ópíófaraldurinn er að herða landamærin. Já, nákvæmlega. Þetta er alltaf að koma þaðan. Nákvæmlega, allt fentanyl kemur þar yfir. Þannig að þetta er allt saman... Já, og en þetta er stórkostlega afhjúpandi. Að við sjáum... DFF að skýta upp á bak. Já, sérstaklega DFF, sko. Ég held að það er ekki alveg svona... Þetta hefði verið... Vísir. Mjög vísir og rúf hefði verið alveg ekta, sko, í þetta, en sérstaklega fyrir DFF. Og það er náttúrulega, allir í kommentunum eru bara hvað er Musk jafn vitlaus og Trump? Sá sem styrkir þennan vanvita með að kaupa Tesla og skilið allt að slæma. Enginn á plánutinu í jörð hefur gert, þú veist, meira gagn fyrir svo kallað loftslagsvandamálu en Elon Musk. Ef það er eitthvað til sem þetta er loftslagsvandamál, þá er Elon Musk sem hefur gert mest til að, þú veist, laga þar. Bara by far. Hér er einmitt gott komment, það segir einhver hérna Kalifornía er búið að eyða 3.300 milljörðum króna í heimilislausa síðan 2019, samt hefur heimilislausum fjölgað. Já. Þetta er bara nákvæmlega sama stefna og runni að hérna skapa vandamál og ráða svo fullt af einhverju félagsvísinda fólki til að leysa vandan. Fólk fyrir háskóla og heimta störf þegar það er búið í námi, svo gerist það auðvitað að það hefur ekkert fyrirtæki þörf á kynjafræðingum og félagsfræðingum og þá fer það á ríkisspinnan. Þetta er ekkert öðru síðan þegar það þarf 7 manns til að stimpla vegabréf hjá manni í sumum löndum. Þetta er bara betur falið. Þetta er nákvæmlega málið, þetta er iðnaður, eins og jafnréttisiðnaður, loftslagsiðnaðurinn, þú veist. Fullt af fólki sem er að hafa tekjum að fá peninga frá ríkinu, skilur okkur á þá að vera eitthvað að leysa vandamálinu og þetta hæpara upp vandamálin. Hérna er annað gott komment. Progressive blaðamaðurinn Michael Schellenberger skrifaði bók þetta málefni sem heitir San Francisco, Why Progressives Ruin Cities, með fókus á San Francisco. Þar fjallar hann að ekki einungis er þetta gríðarlega flókið viðfangsefni, heldur bendir hann á að það er slatti af góðgerðarsamtökum sem gera lítið sem ekkert í að hjálpa heimilislausum en fá fullt af styrkjum frá ríkinu og almenningi sem þau nota svo til að borga starfsfólkinu og eigandum mjög há laun. Þetta er nokkuð skonar skam, þannig að Musk er með þennan punkt ekki fjarri lagi. Algjörlega. Nákvæmlega. En fjölmiðlar vil endilega mála þetta upp, sko, sjáðu hvað Musk er hræðilegur, hann bara gefur heimilislausum fuck you puttan og þetta er svo ótrúlega falskt. Ævintýralegt.